Númer 19, Silvía Blöndal. 24, Svala Pálmarsdóttir. Númer 14. Góðan dag kæru áhorfendur, velkomin á þessa hátíð sem að byrja hér í dag. Við erum að fara að horfa á leik í fjórðaflokki eldri, úrslitaleikur. FH er að hlaupa hérna inn, er ekki rétt við kynnum okkur? Jú, ég heiti Fanny Þóra. Og Andrés heiti ég og ætlum að vera hérna með okkur í dag. Það er svolítið gaman að þessu að það var einn leikur hér í gær, þar sem að Haukar urðu Íslandsmeistari þriðja kalla, en nú er alvaran að byrja. Hvernig líst þér á þetta? Herru, mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta er frábær umgjörð sem við búið til hérna og ég hef bara vonað mjög góðan degi. Já, FH, þær voru hvað? Þær voru í fjórða sæti, já. Meðan að IR er svona smá öskubulsku ævintýri, þær voru í efstar í annarri deild og eru búin að fara gegnum svolítið torsótta leið, en eru komnar í úrslit, þannig að það verður svolítið gaman að sjá hvað gerist. Já, það er mjög gaman að fylgjast með þessum báðum liðum, þar sem að FH misti markmann sinn áramótin. Og það leikur bara útileikmaður í markinu og alveg óreind. Ja, það er rétt, ég sá það einhvern tímann núna daginn, þá fór þetta skiptis í markið, þannig að það er svolítið flott hjá þeim að vera komnar hingað, það verður bara gaman að þessu. Já, það er alveg frábært. Ég held að þær séu mest stoltar að því bara að vera komnar hingað og vonum bara að þær taki leikinn, klára þetta. Já, það verður gaman að sjá hvað gerist hérna, það er aðeins að fjölga áhorfendum, þannig við skulum. Ef við förum að sé yfir þetta, þá er hjá FH númer 29 Hildur Guðjónsdóttir, númer 19 Silvía Blöndal, númer 24 Svala Pálmadóttir, 14 Viktoría Jasonardóttir, 17 Rakel Sigmarsdóttir, 23 Helga Ingvarsdóttir, 9 Petra Hjartardóttir, 10 Valgerður Valsdóttir, 26 Hulda Þormar og 7 Eva Ágústsdóttir. Það er nú ekki smá nöfn þarna á bekknum hjá þeim, það er Hjörtur Hinriks og Guðmundur Pettersson saman að þjálfa þær. Það verður mikil reynsla á það bekknum. Og hjá IR þá er þetta númer 16 Anna Bríeti Hetin, 10 Sara Rut Sigurðardóttir, 19 Birta Líf Haraldsdóttir, 14 Abba Sólbjörg Högnadóttir, 3 Sandra Júlía Mattíasdóttir, 6 Birna Lára Guðmundsdóttir, 13 Svanhildur Ír Sigurjónsdóttir, 99 Birta Dís Lárensdóttir, 7 Rósvíta Markusdóttir, 9 Telma Dröfn Sigurðardóttir, 17 Helga Björk Pétursdóttir, 77 Tinna Stojanovits, 18 Áshildur Rafnsdóttir og 2 Guðlaug Embla Hjartardóttir og Gunnar Valur er þar þjálfari. Jæja, nú er leikurinn að hefjast. Já, það verður gaman að sjá svona hvort þetta spennustigið sé ekki svolítið hátt hjá þeim. Þetta er svolítið öðru í sig heldur en að vera að spila bara í deild. Þetta er vitandi það, þannig að það er Íslandsmeistari titil undir. Hafa þessar stelpur hjá FH, hafa þær unnið eitthvað svona í yngri flokkum? Þær hafa lent tvisvar í öðru sæti í yngri flokkum og minnir í 5. flokki eldra, þá hafa þær lent í öðru sæti. Nó, þær byrja bara krafti, þær eru óhræddar, það er bara stimpla vel og leikmaður númer 24, Svala Pálmadóttir, hún bara fer upp og skora strax. Það er bæði liðin að spila svona hefðbundna 6-0 vörn. Sjáum hvað IR gerir svona, það verður svolítið þreifingar í byrjun. Það verður smá að prófa. Já, það er verið aðeins að reyna þetta. Spurning hvað, hvort það Góð hreyfing. Og víti, það er að Tinna, hún hefur verið þeirra sterkust hjá IR, hún er mjög dugleg stelpa og fær víti, tekur það sjálf. Já, hún var alveg við það að verja þennan. Alveg. Þetta er byrja fjörlega. Svona IR hefur aðeins farið strax út, þau fara í 5-1, alltaf ekki að leiðin að fara mikið upp á miðjunni. Nei, þau eru alltaf alveg að stoppa hana og mjög líklegast að stoppa vinstri skipti hjá FH. Sterkur leikmaður. Góða hreyfingar hérna, hún er að reyna og fer svo aftur fyrir inn á miðjuna. Eru margar af þessum stelpum, það er í sínum aldurshópi í landsliðsvinnum. Já. Vel gert, flott. Vel varið. Anna Bríeti Hetin.
Silvía Blöndal, hún búin að vera jarðandi við landsliði og við 17 hópinn, eldra. Okay. Þannig að hún búin að vera í landsliðunum og mjög líklegast í sínum flokki líka. Þú sé bæði. Þarna ver Hildur Guðjónsdóttir. Já, flott hjá henni. Hún ætlar ekkert að gefa neitt eftir, sko. Nei. Silvía með skot og það varið. Markverðin alltaf báðir að vera... Þeir ætla að eiga góðan dag báða megin. Já, vonandi. Við skulum vona að verði bara spennandi leikur. Helst viljum við náttúrulega að fara í framlíkingu. Er það ekki þessi við viljum? Að sjálfsög. Því lengra því betra. Já. Það er svona, liðin virðast ekki spila mjög taktískt, sko. Það er svona innleysingar aðeins og... Fá stimplunina að opna gatið á miðjunni. Já. Haldin bara inni, spila 4-2 á. Góð hreyfing og stimpla yfir. Missir hann aðeins boltan. Anna tekur annar bolta. Já, missir boltan í hraðaplöpi. Það er ekki að grípa hann. Nei, það er alltaf greinilega að reyna hraðaplöpun. Ég sé það hjá í vetur, það er taka svolítið af hraðaplöpum. Já. Það er fljótt að telja í svona leik. Svolítið gaman fyrir þessar stelpur og strákar í dag að fá alvöru dómar og annað og umgjörðu verður önnur. Það er svolítið öðru séðum í deildakeppni þegar það er bara heimafólk sem að dæmi leikina, þannig að þetta verður svolítið öðruvísi. Gott, reynir að senda inn á fótinn. Það er rétt. Með dæmt fótinn að fara yfir. Já. Dómarar leiksins eru Rasmus og Ægir Örn. Já, það var að dæmi í gær hérna, hann var í þriðja kalla í gær, þannig að hann hefur komið 2 leiki í þessari úrslitakeppni þá. Þetta er vanir menn. Já. Kemur skot frá Silvíu, varið. Sko, aftur reyna, hraðaplöp, upp. Og það er skorað. Skorað, Helga Björk skorað. Ég held að þetta verður það sem að FH fara að passa. Það er reyna þessar sendingar fyrstu bylgju hraðaplöp í FH verður að vera fljóta tilbaka. Já. Reyna línusendingu, missir boltan. Það eru greinilega að reyna að leita mikið að línunu og fljótar kannski sko aftur hraðaplöp. Það er alltaf að vera alveg óhrættar við þetta. Það er alltaf bara að keyra í þetta. Vel hlaupið tilbaka hjá FH í þetta skipti. Það er bara að halda því áfram. Já, þær verða bara að hlaupa. Þær verða að hlaupa heim. Það er alveg krúsíal atriði í þessum leik syns mér. Já, það sem ég held að FH verður bara að gera, það er að halda þessum árásum frá bakvörðunum. Það eiga ekki að vera að tróða svona mikið inn á línuna. Við sjáum núna, nú eru 5,5 mínútur á búinn, þá svona minnkar aðeins, kemur svona smá spennufall. Svo vonandi eykst hraðinn aftur, það er bara svona klassískt í svona úrslitaleikjum. Þarna á hún að fara, já, þetta var bara vel gert hjá henni. Reyna. Ég eru búin að færa sig aðeins framar heldur en byrjun. Já, það er alltaf greinilega. Það vera framlíkjandi allavega hægra megin í vörninni og taka vinstri skiptuna. Já, hún er mjög sterk og það þarf að fara á móti með FH ætlar að halda sig bara við 6-0. Það er svo sem ekki komin inn skotin á utanfrá í búin að fá markið víti og hraðaplöpi. Inn úr þarna í. Og hún skorar. Leikmaður með 14 sem að Addas Björk. Það er svona að vera aðeins meiri ákveði í stelpunum. Já, það er aðeins ákveðin að taka á skarið heldur en afturfættunar. Já, ég held sko kannski líka það er svolítið stemming með þeim eftir að hafa verið í annar deildinni vetur og þær eru bara búin að tapa 2 leikjum í allan vetur þetta Já, svoleiðis. Það töpa á móti Haukum í deildinni, svo fjallar í fyrstu umferð út á móti Fjölni í bikar. Þannig að þær eru sko líta flott út og það er held ég að sko
ég var alltaf að skoða þetta eitthvað, þær eru búin að skora meðaltalið 24 mörk í vetur í leik en ekki fá sína með 19 og þannig að þetta hefur virðist vera svolítið samfærandi hjá þeim. En FH svo sem lítur bara mjög vel út, þær hafa skorað 21 mark en bara fengið á sig líka 21 mark þannig að þetta eru svona ekki kannski hátt skor en þetta er náttúrulega bara 25 í fjórða þannig að það munar svolítið. Standa vel vörðin hann að fá, taka hreyfi vel á milli. Reisson, skot. Já, það er Tinna. Já, hún má ekki fá þessi skot. Hún þarf alveg að tæru ef hún fær að skjóta þarna á punktalínu, þá verður þetta erfitt. Hún er ennþá fram á því. Gunnar Valur ætlar að reyna að þvinga þær bara hérna, þú sér hún er komin nánast í Indjána. Já, hún komið bara yfir miðju. Já, taka þær svona klassískan Kairó FH-stelpurnar. FH-stelpurnar er svolítið mikið í dribblinu þarna. Já, þær eru svona... Missa boltan. Eru óöruggar, þær eru þetta komin einu marki við og þá myndi svona... Myndi þetta svolítið breytast, það er svolítið erfitt að ná markið múið 2 inn, þá fer svona fara hlutirnar að breytast þau. Taka hér hornaklippingu og innleysingu með því bara og beint upp í skot og stöngin inn. Helga Björg, það er svona það má sjáum aðeins þennan mun, þannig að það er komið sjálfströstið í stelpurnar meðan FH er aðeins hikandi. Þær halda bara áfram að reyna að vera framalega nefnum og dettunum, það er svona það er svolítið frjálst flæði hérna fyrir framan. Hún reynir að fá innleysingu aftur á línuna, missa boltan. Tinna keyrir upp. Þeir bara sjálf, hlaupa bara með en ekki brjóta. Vítikast að Tinna. Hún er fremst. Já. Réttur dómur, Sölvi Blöndal fyrir guldspjald. Já. Víti númer 2 hjá IR. Og skorar örugglega. Þeir hljóta nú að fara að taka time-out erfæðingarnir aðeins að... Það er rétt, Hjörtur tók time-out. Já, Aðeins að ræða við sína stelpur. Já, svo sem bara í raun og veru bara að fá aðeins, að fá það til þess að gleyma aðeins spennunni og ræða þess við þar. Fá það til að koma aðeins jákvæðir í því að vera að gera. Ég svo sem sá þær í vetur að spila múti í Fjölni, þá voru þær svona undir og svo allt í nú kom svaka rönn hjá þeim, sko, þannig að þetta getur vel verið að þetta verði... Eitthvað svipað? Já, ég sko trúa því að það er komið grimma núna. Og hvað kom fyrir markmanni hjá þeim? Slasaðist hún eða? Nei, hún flutti til Vestmannaeyja. Já, það er alveg bannað. Það er þannig að það er mistaðar þar. Það er erfitt. Já, það er markmenn fyrir neðan þær sem hefur verið svona tekið 1-2 leiki svo var hún heldur bara treysti sér ekki til meir. Nei. Hérna er líka mikið fótboltastelpa og getur ekki verið í öllu. Nei, en þær hafa nú ágætlega tekið á þessu held ég. Já, við sjáum hvað þeir hafa, hvort að strákarna hafa getað lagt eitthvað inn hjá þeim aðeins að fá það til að fá hökuna þessu upp, það megi ekki gefast upp strax, þetta er rétt að byrja leikurinn, þetta er ekki rétt 10 mínútur búnar að leiknum, það getur allt gerst ennþá. Inn úr horni. Fór yfir markið og hoppinn þarna. Já, hefði mátt bíða eins lengur með að skjóta, hún hafði nægan tíma. Koma IR-stelpunar hérna, sjáum hvað það er verið að spara spíla, nánast bara eingöngu innleysingar og stimplanir. Ég er ekkert að flækja þetta mikið hjá sér. Takk stimplanir hérna. Já. Og það var í hjá Hildi. Vel varið. Ég fæ í innkastið.
Það þurfa að fá þetta, hún tækir nokkra bolta núna þá. Já, þá fer aðeins að kannski kikka inn meira Já, sjálfstrustið og allt þetta. Þá léttir þetta á þeim bara. Svo, þetta er svo skrítið, hún verið eitt bolta, þá kemur meiri grind í vörð, þetta hjálpast alltaf, sko. Hendi komin upp. Já. Svo er svolítið miskilningur í yngri flokkum, þeir halda að séu, óöfinn. Það fórt inn. Gott skot. Já, ég ætla að segja það. Í meistaraflokki þá er það máttu eiga 6 sendingar eftir að hendi komin upp, en það er ekki í yngri flokkum. Og dómari getur dæmt hvenær sem er leiktöf eftir að lyftur upp hönd í yngri flokkum. Þarna fara í gegn, ákveðin bara. Já, hún verður að fara í árásir. Silvía verður að fara hérna hægra megin og þó hún sé rétt hægt að spila. Hún verður að fara bara fullt í árásir. Svala með skot. Já, það er að gera sér svolítið erfitt fyrir. Já, það spila svolítið fyrir mér svona frekar einar heldur en að reyna að fá þetta saman. Góð línusetning þarna hjá Helgu. Já, þær eru óöruggar einhvern veginn og það leikur núna 18 skora ásökkur. Svona þeir verða bara að þora. Það er greinilega að láta þetta trufla sig að hún sé hana fyrir framann auðvitað að fara í gegn. Hún er að reyna og þau geta farið bara alltaf leið og hún fengi víti. Já, það held ég að aðeins að bögga þér að þessu bara komið 1 mark hérna eftir 12 mínútur. Já, það er eins og ég segi, það þurfa að fá 1 mark, farið sjálfu skotið, þarna hún verður að fara í gegn. Það kemur línusending og það varði á víti. Já, þetta er það sem það þurfa. Hún er að bíða eftir þessu svolítið. Já, áminning á Tinnu. Það kemur Silvía, skorur öryggi. Já. Og svo sjá hvað gerist núna, hvort að þær fá ekki svolítið sjálfstraust núna við þetta. Það er FH búin að færa sér framan. Já, það er alltaf ekki, það er verið að reyna eitthvað að sjá hvað. Það er að taka Tinnu aðeins út. Já, líka þetta er alveg eðlilegt en þess að það er ekki örfend manneskja hvorki hjá IR né hjá FH í skiptunni, þannig að þú getur lokað svolítið flæðin á sóknarleiknum. Leysinn. 2 leysir. Já, FH nær boltanum, hraðaflöp. Það er hún upp. Óheppinn. Óheppinn þarna, beint í slána. Já, þetta er alltaf leið, þetta er það sem þurfa. Það þurfa að hlaupa, það þurfa að fá hraðaflöpinn. Já, ég tók svona 2-falda innleysingu, lét skýttuna leysinn og svo elti hotnið eftir inn í eyðuna og hotnasteppan hjá FH gleymdi sér leiðina leysinn. Sko, það komið meiri grimd í þær. Það er aðeins að vakna hérna. Já, þetta verður miklu betra núna. Sko, hún kemur lengra út á móti, reyna að hlýnum. Leikmann nr. 24. Svala fekk Þetta er leikmann nr. 99, Birta Dís. Nú, fekk hún áminningu. Já, áminning. Það var markið. Svala, já, Birta Dís skoraði. Það er kom. Þetta er það sem að, Það er hérna fulllega að taka Hildur og markmannstreyjunni. Já, Hildur alltaf. Skellinni vesti. Já. Þeir alltaf að láta hann að fara með í sóknina greinilega. Já. Þetta er svona, þetta kerfi sem IR er að nota, hotnastelpunar í vörð hjá FH verða að loka fyrir innhlaupið, sko. Þetta er ekki hægt að fá svona mörg á sig. Þarna fyrir hún aftur gott skot. Hún er að koma hjá hann. Það er haldið áfram hérna að vera langt fyrir framann.
horninu. Kemur Birta aftur inn í horninu. Já. Númer 19, Birta Líf Hafsdóttir. Full erfitt. Það breyta, skiptum, setja annar markmann. Þetta var setinu vestið sýnist mér. Já. Hún fyrir í markið og á víti, þetta að koma. Já. Gott, þetta ég ánægð með FH. Það bara næsta sem fyrir í markið, svona átt að vera. Og skorar aftur vel gert. Hildur Guðjóns, fyrsta markið sitt. Já. Þetta frækt, ég ánægð með þegar að FH hefur listið þetta. Það telja það ekkert eftir sér, það leipur bara næsta í markið og það frábært. FH spila núna einum fleiri í sókninni, tvær á línu og Hildur Guðjóns inn og hópinn þarna. Já. Aðeins að flýta sér. Það var nú samt ekki oft eftir áramót verið að spila sko einum fleiri í... Það ekki? Nei, það frekar nýtt sér það þegar það er einum færri að fara með 7. mann í sóknina. Þeir skref. Herriðu, kastar hann boltanum í burtu. 2 mínútur. Já, rétti dómur. Ekki lengi að kveikja þessu. Nei. Við skulum sjá hvað þeir gera. Þeir fara með... Allar að fara með 2-falda yfirtölu. Já, það er að halda Silvíu. Já. Þeir eru líka að nýta. Þeir eru ekki að... Þorði ekki alveg inn hérna í horninu. Já, þá kemur Svala Pálmadóttir. Já, þetta er mjög gott. Hún verður bara að halda núna. Svolítið líkilatriði fyrir FH. Fá ekki mark á sig núna með einu fleiri. Þá svona léttist þetta allt saman. Já. Það er aðeins að fjölga hérna í húsinu, þó þetta sé svona snemma á laugardagsmorgni. Já, ótrúlegt. Einu horninu var framhjá. Já, það er eiga náttúrulega ekkert að hleypa hann inn, sko. Nei. Það fara aftur núna og ef að skora, það er heilmikið, 50 sekúndur þegar einu fleiri, þannig að það er frábært að þeir vinna þetta á 2-0. Já, kemur Silvíu með skotið. Já. Það getur ennþá náðu einu sókn í viðbót að fyrir eftir hvort að ég reynir að hægja hans á eða ekki. Það er alltaf búin að vinna þetta 2-0 núna, einu fleiri og það telur. Það sést aðeins byrja að hjálpa þeim. Já. Þannig fer hún inn í horninu. Það megi ekki fara í burtu. Birta komið, 3 mörk. Keyrir Silvíu bara beint inn. Strax í sókn, nýta þessu einu fleiri og hún fer inn. Skoraði þetta mark og fiskar inn út af. Þetta eftir nú að hjálpa þeim aftur. Já, þetta er þeirra besti maður Tinna sem er að fara núna. Hún var alveg þreytt og settist bara niður. Já, það takkir sér smá pásu hérna. Það er rétt að hvíla sig. Þetta er orðið leikur, sko. Þetta er 5 mörk núna, þannig að það er mjög gott fyrir leikinn og... Þannig að þetta skiptir miklu máli fyrir FH. Það kemur núna smá rönn á þær og þá breytist leikurinn. Það byrjar að brjóta. Já, það er verið að brjóta. Það er ekki að fá hornið aftur inn, sýnist mér. Nei. Það er verið að fljóta að laga þetta. Ótavinna tveir saman. Já, góð blokk og varið. Þær koma fullu.
Hildur inn og það varið og víti. Það heppinn að fá 2 mínútur þarna fór aftan inn, þetta alveg ekki 2. Já. Hildur Guðjóns á punktinn. Og hún skorar. Skorar örugglega. Þetta aðeins komið núna 4 mörk á milli. Já, þær að saxa í þetta og það eins og núna, þær þurfa bara að halda þessu út og fá ekki á sig mark og þá megi ekki fá á sig mark þegar einu fleiri. Það eiginlega alveg bannað. Já, hot. Það sem maður sér að gera, sko, núna byrja allt í náttúrulega svona vonleysi hjá ÍR, þetta bara, þessi aldursflokkur þannig að það rokka svolítið. Já, það svolítið svona upp og niður, það ekki nóg mikið svona stabilitet í því. Nú þorir enginn að taka skarið, þorir enginn að skjóta, hendi kemur upp. Finnur ekki neitt, skýtur sjálf, beint á Silvíu. Það notar jafnmargar. Þær ekkert hrætt að vita, þær ætla bara að spila þó þær fær... Alls ekki. Nei, nú, ég ætla að fara í 5-1 samt sem áður, þetta svolítið athyglisvert, sko, hvernig, sko. Þetta og inn úr horninu og hún skorar. Númer 26. Hulda Þormar. Já. Fyrsta marki hennar í dag. Þetta tekur náttúrulega Gunnar Valur leiklíða núna, þetta allt í núrða orðið. Bara leikur aftur sér hvernig fljótt að gerast í svona afturkvöld. Ég held að þetta geti, ef það ná 1-2 mörkum viðbót þá gæti ÍR brotna. Já, það nú bara 3 mínútur eftir. Já, það var alveg flott að fá 2 mörkum viðbót fyrir FH-stelpunar. Já, það sem að Gunnar þarf náttúrulega að gera, hann þarf að breyta vörninni, hann má ekki vera í 5-1. Nei, ekki ef að FH spilar einn fleiri. Já, þá svo mikið opið þarna á bakið að þetta erfitt. Gaman að sjá hvað þeir leggja upp núna. Hefst þetta aftur. Sjá hvað ég gerir. Nú erum við búin að breyta. Komið nýr línumæður hjá þeim. FH heldur bara áfram sinni í 5-1 vörn. Tinna er komin í skiptuna fyrir ÍR. Já, þau færðu heldur yfir á miðjun og færðu hérna yfir. Sjá hvort að Tinna geti prjóna sig hérna í gegn. Þær verða náttúrulega að reyna. Það er svolítið bara verið að senda. Kemur einleysing. Og víti. Þetta er það sem má ekki gera. Hún á bara að standa, sko. Ekki íta og hún á leiðinni út í horn, lélegt skotfæri þá bara leiðin að skjóta frekar. Þetta er svona 2x6. Og Silvía ver! Sko. Og FH fær fríkast, nær frákastinu. Þannig að maður sér hvað gerir, sko. Tinna er búin að vera örugg í vítum, nú komið aðeins hik á þær, sko. Innkast. FH boltan. Sýnist eitthvað ÍR áhorfundu vera ósammála því. Já, þeir verða að taka þátt í þessu líka. Það er sjálfsög. Sjá hvað FH náðu einu í marki viðbót hérna þá fer nú alltaf að vera opið strax í hornið. Varið, FH nær frákastinu og hún skorar af línunni. Perla. Þetta er... Nei, þetta er Valgerður. Já, Valgerður. Þetta er gallinn hann á kemur skoða til slána og línan. Tekur fríkastið og innkast. Og innkast.
Þetta er gallinn, varnarmaður á bara að stíga inn í tegin og bara taka boltan, þá bara fríkast, ekki gefa línumanni færa á að fá fríkastið og annarkvæmt, nei, fá dauðafæri hana. Já. Bara fara inn fyrr. Gref, árið. Það keirir í eins og það eru búin að gera. Tökur skot, beint í stöngina aftur. Óhöfinn þarna. Já. Hjörtur sagði bara að róa, nú er hann svolítið mikið hlaup. Nú vil hann bara fá öruggt mark. Koma þessi niður í 1 mark núna fyrir hálfleik. Sem Hildur Guðjóns með skot. Farið hjá Önnu Bríett. Hún var sterk í markinu fyrir í dag. Já, komið með 5 skot varinn. Þá er fríkast þarna. Sjáum hvað ég gerir núna. 15 sekúndur eftir að fyrir áleik. Leysir inn og ætla að reyna aftur að sama. Hún á að fara í gefa línumannin. Þetta er þarna beint í baki á henni. Já, hún var bara að sleppa. Það er hérna fyrir aftur á vítapunktinn. Sjáum hvað gerist. Hún skorar, kemur í 12-9. Það var komið hálfleikur. Staðan er 12-9 fyrir ÍR. Já, við tökum okkur smá pásu, komum aftur í byrjun seinni. Í salnum uppi, þannig endilega kíkja á það og svo komum við aftur eftir 9 mínútur.
Velkomin tilbaka, þá byrjar seinna hálfleikur hérna. Þetta búið að vera svolítið kaflaskipti fyrir hálfleikur. IR-stelpurnar voru konar með afgerandi fórustu, 7 mörk eða eitthvað og síðan bara FH búið að koma tilbaka. Þetta var bara alvöru leikur aftur, 12-9 hálfleik og nú verður gaman að sjá hvernig liðin koma í seinna hálfleikin. Já. Spurning hvort að FH náði áfram að halda eða hvort þetta ætti niður aftur. Já, þær hafa ákveðið núna að fá þetta aftur niður í 6-0 vörn. Þá færist Tinna bara hér yfir á miðjuna fyrr. Þær fara strax í skot og hún vera bara í... FH kemur hérna upp í skot, varið, hornamaðurinn og varið aftur. Tveir varðir boltar. Við hérna. Ég á séns aftur núna að bæta í forystuna. Byrja hægt núna. Byrja svona svipaði svo fyrir hálfleikinn. Bæði liðin aðeins varfærin og ætla ekki að taka mikla áhættu. Kemur einleysingin. Og horn. Já, línan fekk hana. Skot. Fekk gott færi og líkaði. FH kemur aftur hérna. FH halda áfram að vera einu fleiri og engin marki. Já, það eru ekkert að... Það er ekkert hrætt að við þetta, heldur? Nei. Það er alltaf sér bara eiga þetta tækifæri. Eiga að fá yfirtúluna. Hópinn hana. Góð vörn. Góð vörn. Það eru að velja svolítið röng færi núna FH. Það eiga ekki að fara nú í þröngum hornafærum þegar það er konum með þessa yfirtölu. Það er að reyna að opna meira hérna fyrir bakverðina. Já, fá hann tilbaka. Sko. Silvía, ekki neitt. Hún er óhrædd, hún tekur skotið. Sprettir þarna í markið og hún ætlar að taka skotið í markið. Tinna alltaf, já. Svo Silvía komin tilbaka. Það er að pröfa, það er að gera. Það er að séð þetta í eldri flokkum og að gera að sjá hvort þetta sé hægt að skjóta við. Þetta kemur allt opið og inn. Það er þetta sem ég var að tala um að þú ert komið í yfirtölu og ég er alltaf að spila með Tinnu svona framalega. Þá verða bakverðinir að fara inn á miðjuna. Það er allt opið þar. Kemur hann strax með skot frá IR. Silvía vel. Já, það eru að flýta þessu svolítið mikið. Það eru svolítið stressaðar að sé að fara að ná þeim hérna. Og þetta er bara mjög gott, sko. FH-stelpuna með í raun og veru enga markmann. Það eru konar með 5 skot varinn núna í leiknum, sko. Þannig að það sýnir sig að útileikma getur alveg farið þarna í markið. Og líka bara víti. Eitt var víti. Já. Það fara aftur sko reynar hraðuplöpinn. Fríkast. Já, fljótt að hlaupa tilbaka, það skiptir máli. Nú getur þetta snúið svolítið við. Ef að IR skorar ekki, þá gætu þær farið að verða svolítið taugaveiklar. Já, það er Hildur Guðjóns út af með 2. Já. Þetta er ekki alveg sammála á dómurum, hún var komin í skref, hún tekur 2, já, ég er sammála því. Tekur svo 2-faldar snúninga. Ég hefði bara flautað fríkast og ekki út af hann. Það tapar varnarmaðurinn, sóknarmaðurinn komin í 4. skrefið. Það getur breytt svo miklu, sko. Já. Það kemur svo, reynir línusendinguna og hún fer inn. Og FH nær boltanum. Já, við mennum hafi stíð á línuna. Kemur IR á fullu. Það keyrir alveg á fullu. Það er ekkert að hika við það.
F-stelpur manni færri í vörðinni. Já, það er fá horni inn. Silvía ver. Já, Silvía stendur bara eins og sannu markmaður, bara vinna við stöngina og hreyfir sig ekkert. Setur rassinn þarna svo til þess að snúa bakkinu að. Já. Það er allt reynt. Þú ert ekki að skjóta og mikið í þig, sko. Ég heldur sér framalega. Já, þær ætla að halda sig við þetta bara og þá nú var Svala bara komið í árás, hún á ekki að bíða. Þetta kemur Valgerður inn. Þetta eru 2, klárlega. Sýnir þannig að nýja stafnum hafa fengið smá högg á andliti. Já. FH einum fleiri í sókn. Já, það taka markmið. Ég er búinn að bakka hans niður meðan það eru manni færri. Já, svo hún að fara í skotið. Þarna fyrir Svala inn og fær víti. Þetta hafi verið hún að hornamaðurinn stígur inn í, að þrengja skotfærið. Bara aðeins þarna í hliðina á henni sýndist mér. Sagði það nú ekki almennilega. Þjálfarinn stóð akkurat fyrir. Skömmum hana eftir. Já, og Svala skorar. Svala skorar, hún var nú í boltanum þarna í markinu. Það er ennþá 2 marka munur. Já. Í FH-ferð. Og þetta hættulegt. Já. Hún hefði getað auðveldlega farið þarna bara, ef hún hefði farið á fullum krafti þá hefði hún farið inn. Já, af því að líka bakurinn komin út úr stöðu, sko. Hún er alltaf að fara að taka eitthvað út umferð. Tinna inn, brýst hornamaður inn. Og hinn hornamaður nær boltanum og inn, beint í baki á Silvíu. Silvía er komið nýja tækni í markinu, það er ekkert að bara snúa sér við og láta skjóta í sig. Það er hálfa mínútu núna til að bæta í þetta. Það eru einu fleiri. Það eru 2 fleiri með því að taka markmann alltaf í sóknina, þannig að sjá, hann spila með 2 línumenn náttúrulega. Silvía ætlaði að vera inn sjálf. Hornið átti nú bara að fara inn beint. Já, þetta er rámt, sko. Það átti bara að fara inn. Hrætt. Silvía skot, beint inn. Já. Silvía myndi fara að taka fleiri af þessum skotum, þá þetta fara alveg hraðar inn. Hún æfir með meistaraflokki kvenna í FH líka. Já, einmitt. Og þetta eru erfiðustu skot sem það tekur, að þetta er svo alveg við andlitið á manni. Já, hún er bara ógnandi í skotinu. Alveg, og ef að varnarmaður stígur ekki á móti á skothönd, þá ertu í vanda, sko. Stelpan skýtur ekki laust, sko. Nei, og það sem gerist líka, markmaður sér ekki nú vel boltana, því að varnarmaðurinn er ekki að standa á höndina, hann er að standa á skrokkina á henni. Já. Og þá þetta er bara, fer upp í skoti, sko. Já, gripinn bara. Nú geti FH jafnað. Í fyrsta skipti sér 1-1 eða eitthvað, þannig að þetta er... Spurning hvort að spennan sé of mikið að geta jafnað í sókninni núna? Jú, þetta er svolítið með FH núna, það er meðan að er komin ákefð í þetta hjá FH, þá eru ÍR-stelpurnar híkandi, þær eru hrættar. Þá fer hún upp, þarna. Já, línan. Já. Og Viktor skorar. Já. Við erum með sett fyrsta mark hérna. Já, með fyrsta mark. Jæja, það eru nú búin að jafna, 13-13. Þetta sé ekki búin að jafna síðan 1-1 hérna. En þetta er það sem við vorum að tala um á. Þetta er svolítið, sérstaklega í þessum aldursflokkum, þá er svolítið mikið svona upp og niður í þessu. Þetta er svona, þú ert ekki búin að stabilira sig sem leikmaður. Það fórnar harðar í vörninni. Já, það eru farnar þær eru bara grimmari, búin að vera það senustu 7 mínútur í fyrri og þessar 8-9 í seinni, sko. Þær eru bara skref á undan. Kemur innleysing hjá IR að gefa Tinnu sjans á... Bauðist aðeins niður þannig, beint við hausinn. Tinna kasta bara beint á
á réttan stað þarna, sko. Það koma hérna áfram, það alltaf bara að halda sig við þetta leikskipulag, fara með 2 inn á línu og ég held að ÍR þurfi að breyta varnarlega. Silvía í vörnina, hornakast. Þær í hinar FH-stelpuna verða svolítið að Svo gamli, hann tók eftir þessu eftirlitsmaðurinn. Vakandi kallinn. Nei, nú vil ég fá að sjá Svölu og þær verða að fara að reyna núna, sko. Þú veist, þær eru og mikið ákemur Svala þarna í gegn. Og Hildur Guðjónsson, og það er varið. Og FH kemur frákastið og aftur varið. 2 skot varið núna í röð, þetta eru komið 10 skot varið. En þetta sem þær bakverðnir í FH verða að taka meiri þátt í árásum. Það má ekki bara treysta á að sami maðurinn sé í marki og skori marki, sko. Hina verða að fara að taka þessa skari. FH-garnir halda fyrir einum hérna og hlýtur ÍR að láta leysin aftur bara frá vinstri. Það taka hornakli, sko. Og 2 mínútur. Já, rífur í. Þetta fljótt að breytast í þessu. Já. Tinna hjá ÍR langa aðkvað mest hjá þeim, sko. Hún að vera að koma með 7 mörk, eða ekki? Jú. Hún svona sem að drefu vagnin fyrir þær. Það er rétt svo. Já, það er nú að hendin komin upp hjá FH. Já. Og það er með svo boltan. Gildir hann saman fyrir ÍR. Þeir ætla að halda. Ég ætla að vera að segja hvort þeir ætla að vera með hana fyrir framan einu færið. Nei. Skot, varið. Það er að flýta sér mikið í ÍR-stelpunar. Þeim liggur ekkert á. Já, nú er FH bara í róliheitum. Þeim liggur ekkert á. Þær eru einu færri og verða að gefa sér tími í það sem þær eru að gera. Sækjar á línuna. Og mark. Viktoría Jasmínsdóttir. Ég held að það sé rétt hjá Gunnar var. Hún steig inn. Hún var aðeins lent þarna með löppuna. Og FH er boltanum. Það taka ekki hraðaplöpu sem var í boði. Nei, takk. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá þeim. Þær eiga ekkert að vera að keyra. Þær eru margi undir og... Já, það er það mikið eftir að leiknum. Þær eiga bara bíða eftir að fá manninn inn og reyna að vinna þetta bara jafnt og þétt, sko. Þær hafa verið undir meira að minna allar leikin og þær þurfa bara að saksa sinni, það jöfnu þetta á hann og sjá hvort það jafni aftur núna. Góð vörn, hárrétt, bara fríkast, góð vörn. Tók boltan. Hann er kominn af. Þarna fór hann skaut hún uppi. Valgerður Valsdóttir. Já, hún er búin að taka 2-3 skot niðri og markmaðurinn hefur tekið það, sko. Þetta var mjög gott hjá henni. Þær notar að svissa aftur, setja tinnu. Nú er FH komið í 5-1 og setja tinnu í skilduna. Og láta hann að tæta sig þar í gegn. Sko. Hún reynir að fara inn. Já, það er svona...
Nú þetta að verða svolítið svona bara einstaklingsframtak hjá IR. IR. Já, þær ekki í Valur verður að fara að setja eitthvað upp, sko. FH ekki til að flýta sér. Nei, þær eru bara... Nú eftir. Já, þær eru bara að saksa sér inn í þetta. Þessi að þeirra gameplan alveg að ganga upp af því þær voru svo mikið undir að þær eiga bara að vinna sig hægt og rólega inn í þetta. Hildum við skot. Nei, vel. Þetta vörnin aðeins íta við sér. Hefum mátt spila aðeins lengur. Já. Það fá markið, 1 mark í einu, ekki flýta svo mikið hérna. Nei, bombar líka 2 mínútum á hana hérna. Frekar dýrt. Þær eru sko, hún stór, hún sterk hann inn á línunni. Nei, þetta verður búin að sleppa henni fyrr. Já, þú mátt ekki fara að slást við línumann. Já, og Tinna skorar. Skorar örugglega. Þannig að þetta góðu línumaður eins og þessi stelpa hana, hún býr vel til blokk og stendur. Ef hún nær boltan þá verður bara að sleppa, ekki fara í slagsmál við hana. Það er dýrt að fá vítið og 2 mínútur. Já. Við Hildum við skot beint í veggjum bara. Já, þetta er svona. Það að gefa á hotnamannin. Það er að flýta sér svolítið, liggur ekkert á. Ég er ennþá 1 marki yfir. Já. Það er stíplað hérna skot frá Tinnu og það er inn. Tinna komið sitt 8. mark. Já, það er bara treysta bara á Tinnu núna og hún er að draga vagninn og hína bara gefa hana og þannig að þetta er spurning. Ef þeir ná að klippa F-fáingar aðeins á hana þessar seinustu 9 mínútur sem er eftir, þá held ég að það gæti markjast í því. Yfir. Það fyrir FH inn og hún skorar. Númer 23, Helga Ingvadóttir. Sitt fyrsta mark. Já. Sýnist þetta að vera hennar fyrstu mínútur í leiknum. Já, hún kemur bara inn og hún skorar. Góð byrjun hjá henni. FH einum marri færri en samt einu fleiri, jafn margar í sókninni. Þetta er bara búið að ganga vel hjá þeim í hérna allan leikinn. Já, það missi Silvía boltan og tómt í markinu. Það er fattið að það er ekki fyrir svolítið seint. Það hlaut að koma að því að þær myndi skora eitt mark svona, en það er kannski ekki breytir ekki alveg öllu, það er halda bara áfram sínu, sko. Það voru orðna jafn margar og FH 2 mörgum undir, þannig að við sjáum hvort það kom ekki með eitthvað. Það eru FH-starfum að skipta, Hildur komin í vinstri skiptu og Svala komin í hægri. Hægri, já. Og hún mætir henni þannig að vera hún Tinna ekki neitt. FH þarf að vera fljótar í markið. Já, það er svona, þetta er of mikið, hún er að gera allt, sko. Hún er bara orðið svolítið bara að horfa. Já. Svolítið hrættar en það ná eftir að leiknum, sko. Þannig að það þurfa bara að standa vörnina og þeir ekki ná 2 mörk, þannig að það er nóg eftir. FH-starfum séu svolítið þreytar og það er með Silvía. Já, þær eru, hún er búin að hlaupa þetta allan tíman, þannig að þetta er svolítið mikið. Kemur höndinu, skítur. Og það er bara, að geima hana eina. Tökur FH leikli. Ég held að sjálfur rétt, það er aðeins að skerpa á þessu núna. Það er verða. Þetta er svolítið vænlegt hjá IR, það er svona
Þær mistu ekkert móðin þó þeir væri búið að jafna að náðan og héldu svona áfram. Þetta svolítið mikið tíma sem að klára þetta sóknarlega hjá þeim. Já. Þannig að við svona sjáum hvað strákarnir setja núna upp fyrir FA. Þeir eru að koma með eitthvað aðeins að út inn í þetta. 7 mínútur eftir, þannig að það verður nóg eftir að leikna. Þeir ætla að halda áfram, hafa 7 í sókninni. Silvía verður bara að halda áfram að hlaupa. Hún verður vel þreytt eftir þetta. Svala og Hildur. Sýndist að Silvía hefur verið að snöggt tilbaka. Nú var aðeins tilbúin að færa sig. Silvía með skot og það inn. Já, hún... Þegar Silvía kemur á fullu, sko, þá er hún ekkert stoppuð. Nei, hún er alveg ótrúlega mikið kraftur í henni. Við það, hún er búin að vera að hlaupa hérna fram og tilbaka. Já. Þá er ennþá mikið kraftur í henni. Hína stelpunar eiga náttúrulega að fylginni. Þær eiga að finna hvað mikil ákveð í henni og hínar eiga að koma með. Þeir þurfa svona aðeins að taka þér skiptinguna hérna til ná að koma hér yfir. Íringar óheppnir með skoti. Kemur fyrir FA svo. Já, við sjáum þeir ætla að setja áfram hérna að setja Silvíu hérna í skiptuna. Þannig að þetta fara í að halda með sama skipulagi með 2 línumenn og nú verða hérna tvær að keyra á. Á línan opinn. Línan opinn og víti. Svo takt meira, þetta er það sem það þarf. Jæja. Jói Lange hleypur hér á fullu. Hildur tekur vítið, hún er að jafna núna. Aftur. Já, gerir það örugglega. 5 mínútur eftir rúmar og 18, þannig það er allt í játnum hérna. Ég hissa að... Þetta er alveg úrslitaleikur. Já, ég er samt hissa að Gunni sé ekki með til því og hann er að láta að taka stöðuskiptuna. Já, Hildur með gott brot. Já, ég reynar að taka þetta saman við erum búin að gera. Skoruð 2 í fyrri hálfleik. Bakurur leysir inn og svo kemur hornamaður í kjölfarið. Það er eiga að vera bara að læra þetta núna. Kemur Tinna á fullu, gefur hann í hornið og það er framhjá. Framhjá, já. Vel losað þarna hjá Tinnu. Ja, Tinna er að vera bara mjög þroska leikmaður. Hún les leikinn vel og er að gera mjög flotta hluti hérna. Hún er að vera 2 áberandi í þessu leik. Það er Tinna hjá IR og svo Silvía hjá FA. Það er bera svolítið af í þessum leik. Já, Silvía með skot og það fyrir beint á línuna. Hún er óheppin hana. Óheppin. Það er smá stress í stelpunum sýnist mér. Það er hérna 4 mínútur eftir og það er jafntefli. Já, nú fer þetta að tikka inn. Nú fer svona hvert skot, hvert mark að vera svo mikilvægt og það er vitað alveg. Nú er undir, titillinn er undir. Og áhörður fann að taka vel við sér líka, þannig að þetta er svona aftur inn úr horni. Það er lína. Silvía ver. Þannig að nú fer hver sókn að telja og skiptir miklu máli hvað gerist. Hildur inn í línusendinguna þarna í með boltanum, það er tómt mark og hún skorar. Smá sjokk fyrir FA þarna. Já, ég held að
Þeir vildu fá fríkast, ég held að það hafi ekki verið neitt, sko. Þetta létti pressuna af IR, það búin að vera svolítið undir pressu. Já, kemur Silvía með línuna og það er Valgerður Val sem skorar þarna. Það er æði að vera búin að gera meira þessu FH-stelpuna þegar þær eru með þessa yfirtölu, sko. Þá eiga þær að leita að þessu færum hann á bakvið. Nú eru IR. IR missti boltan út af. Já, þannig eru þær með hrættar, sko. Nú er Helgavík, hún var með opið færi og hún ákvað frekar að gefa hann yfir heldur en að fara sjálf. Það merkir maður að verða aðeins hrættur. Já, nú getur bara FH komist yfir. 22,5 mínúta búinn að seinni hálfleik og FH geti aftur komin í bílstjórasæti eða það er skora núna. Það þurfa að fara hægt að því en kemur Silvía með línusendingu og hún aftan í henni. Þetta er víti. Já, já. Þær eru inn í teig, sko. Þær eru svolítið aftan í ennþá. Þetta er þessi aldur sem heldur þessu. Þú veist, það er létt að fá vítið þarna þegar það er komið döð að fara í línuna. Og Hildur skorar. Hildur skorar og FH kemst yfir. Nú er spennan orðið mikil. IR orðið stressaðar. Jafnvel FH líka. Já, já, en sko munurinn er sá núna veit í að þær verða að skora. Það eru 2,5 eftir af þessu og þetta fer að vera þungt. Pinna fer í ára sinna pottjætt, gefur í hornið. Hornið fer ekki inn. Nei, það fór ekki. Hendi kom upp. Og hann tekur leikhlé. Já. Vandamálið núna er það að IR fær ekki. Hendin er uppi tilkynnaðin, þær fá bara skotið. Já. Mestalegina sendingu. Og núna verður fróðlegt að sjá hvað gerist ef FH heldur þessa vörn. Þá verður IR að fara að taka sénsinn, fara framar í vörn eða eitthvað þetta. Já, ég var samt ekki að hann leggur upp skot á tinnu og þannig að FH verður að lesa það og koma út í hana ef hann ætlar að skjóta þarna. Hendin er nú uppi. Já, þeir leggja upp fyrir, en hann verður náttúrulega að hugsa ekki bara þetta einu sókn, hann verður að hugsa aðeins hvað hann gera þessar 2,5 mínútu. Já. Því nú verður báður búin með leikhlén, þannig þú kemur ekki fleiri skilaboðum inn. Þannig að þú verður að búa til alveg gameplan fyrir restina af leiknum. Það komið svolítið spenna í mig FH-inginn alveg. Já, ég ætla bara að biðja að ryðja ekki borðinu niður samt eða eitthvað í fagnaðarlátunum. Henda kaffinu inn niður Já. Það kemur Tinna í skoti. Já, Tinna kemur bara beint í skoti. Þeir eiga bara skoti. Nei, það er línusending og hotn. Og Silvía ver. Glæsilegt og Silvíu þarna. Þetta var flott uppsett hjá IR. Þetta var mjög... Þetta var glæsilegt. Gaman að sjá svona. Já. Ég bjóst við að Tinna myndi fara þarna upp. Ég líka, en við getum sagt það í þessu leik að Silvía sé búin að vera betri en engin fyrir allt opið í horninu og skorar. Og Valgerður skorar. Þá er staðan bara þannig að þessi leikur er búinn. Allt í einu... Og hún skorar þarna, beint upp. Þær fara maður á mann. Þeir verða að fara maður á mann. Sýndist Helgabjörg hafi verið með þetta skot, bara beint upp í samskeytin og IR færi sig mann og mann. Það er sem að ég var, FH eru einu fleiri samt. Það með ekki fara inn, láta bara brjóta á sér. Það er verið svolítið klókar. 20 sekundur eftir. FH verður að bjóða sig. Það missa FH-boltan. Eru að fá framlengingu? Nei, IR klúðrar hérna. IR er að flýta sér á mikið. Það er svo mikið. Það er FH byrjar að fagna bara. Já, þetta er búið. Leikurinn er búinn. Staðan er þannig að í fjórðaflokki eldra þá vinnur FH þetta dramatískt í restina og ég þakka báðum liðum fyrir. Þetta var flottur leikur og gaman að þessu og mikil spenna.
Þetta var alveg úrslitaleikur, hérna, má alveg segjast. Ég stóð sér frábærlega allan leikinn. Mjög vel og Tinna var þeirra best að mínum mati. Já, ég samla því. Ég held að ég ætti að velja mann leiksins, þá myndi ég velja Hana Silvíu. Silvíu, já, hún sko, hún dregur vagnin allan tíman og hún hættir aldrei. Og bara æðislegt að hérna geta spila bæði mark og sókn og vera síðan sjálf með hérna, hvað var hún með? 5-6 mörk? Já, eitthvað svoleiðis. 6 mörk og hún hérna sko, við höfum ekki gleyma hún byrjar strax sko, ég held að setja henni marstu því að þú voru að toga hérna hann úr buxunum, þá voru bara eitthvað 10-12 mínútur búnar að fyrir hálfleik. Það var henni skellt hérna í markinn. Já, og hún búin að hlaupa allan tíman fram og tilbaka og ÍR næri ekki að skora nema 2 mörk á þær með opið markið. Þetta svona, en þetta nú það sem í þessu að sko, þetta ekkert búið fyrir að leikurinn flautaðar á og þetta nú alltaf, það sárast það við þetta að vera búin að vera meira og minna yfir alla leikinn og ná ekki að klára það, en ég held samt að ég stelpum mig alveg vera stoltar af í sínum árangri í völd. Að sjálfsög. Þær vinna aðra deildina mjög samfærandi. Þær tapa bara í þessum eina leik sem í bikar, einu leik í deild og svo fara þær alla leið í úrslit og þær eru að spila sko, þær spila móti Selfossi sem var í öðru sæti í fyrstu deild, það er fyrsti leikur þeirra að vinna það og svo fara þær móti Fylki sem eru bikarmeistarar og Fylkir var í 3. sæti og þannig að þær vinna liðin sem eru, þannig að þetta er alveg ótrúlega flottur árangur. Já, þetta er frábært og þessi stelpur er alveg framtíðina fyrir sér í boltanum. Já. Þannig það er með að vera, en það verður þungt og verður sátt. Dagurinn í dag verður svolítið erfiður, en svo eiga bara eftir eiga fullt af góðum minningum eftir þetta. Silvía valinn maður leiksins. Já, ég held að Anna hefði verið bara óeðlilegt. Hún dregur vagnin sóknarlega og hún er að verja hérna þó nokkuð að skotum. Já. Þannig að þetta var mjög mikilvægt fyrir FH þessu leik. Þetta er bara gott fyrir að fá, þetta eru þessi stelpur sem þýðir að einblína svolítið á, er það ekki? Í framtíðin okkar. Í meistaraflokki. Saman náttúrulega svolítið hjá ÍR að þetta eru stelpurnar sem eiga að koma upp í meistaraflokki eftir 2 ár eða 3, sko. Þannig að þetta er framtíðin í þessum 2 félögum. Þetta fer ÍR upp og tekur við silfurverðlaununum. Þetta er alltaf svolítið þungt spor en þær eiga bara að vera stoltar af sér og glaðar með þetta. Það þýr ekki verið að taka endalaust myndir af stelpunum. Það verður að setja FH-snappi hérna. Það er rétt. Það verður að auglýsa þetta svolítið. Það er rétt. Nei, þær geta að fara glaðar í dag niður í Valsheimili og með medalíun hálsinn og hvatt strákana síðan í leiknum hjá sér. Þannig að þetta er svona er gaman að þessu fyrir ykkur FH-inga, stór dagur, fá titil og síðan strákanar á fullu í úrslitakeppninni. Í úrslitakeppni, þetta er mjög gaman að þessu. Ég treysti að þú verið þar til að öskraða hása, það ekki? Jú, ætli ég reyni ekki að fara þangað og koma síðan hingað aftur til þess að seinni leikinn í kvöld. Já. Það er hérna. Þetta er bara gaman að þessu. Síðan er næsti leikur, það er kallaleikur, þá kemur 4. flokkur kalla yngri, það er K.A. Valur. Það verður spenna í því líka. Þannig að endalaust verið að taka myndir á okkur líka bara. Já. Þetta verður við, þurfum að taka gjald fyrir þetta. Já. Þetta er svona, það verður
Eru einhverjar af þessum stelpum þær að æfa með í meistaraflokksóp? Já, þær eru tvær þarna. Það er hún Hildur Guðjónsdóttir og Silvía Blöndal. Þær eru búin að æfa með okkur í vetur og þær eru báðar búin að spila sem fyrsta meistaraflokksleik nú þegar. Já, flott. Báðar fengið nokkrar mínútur. Já, þannig þarf það að vera. Það er að gefa sér séns strax. Já, þetta er bara... Hvað var þið mikið? Kemur maður leiksins og vil fá... Ég var allavega með 4-5. Nei, það var meira, með 5, allavega 5, ef ekki 6. Allavega 5, sko. Kom hún og vildi hafa vita hvað hún varði mikið. Ekki þar kannski hún skoraði mikið. Nei, henni var alveg saman það. Hún ætlaði kannski að hringi í Róland og fara fram og verða markmaður í meistaraflokki. Ég heldur það geti verið málið. Jú, ætli það ekki. Við óskum í til hamingju með silfrið. Það er eiga bara stoltar af sér. Reyna að brosa svolítið. Þetta er erfitt. Þetta er erfitt, en það er hérna... Eftir að vita eftir svona ár, þá var þetta mjög gott. Já, þetta er alltaf fint. FH komið upp á pall, að fá einhver verðlaun hérna, ekstra verðlaun. Það er einhver póki hérna. Það er póki, það er... Forveitin hvað er í þessum póka? Já, við þurfum að kíkja í pókan eftir, alltaf hvað er í þessu, sko. Þetta er gaman fyrir þessar stelpur og þetta er það sem að það gefur lífinu lit að fara hér og standa og taka á móti medaljum. Þetta hvetur þig áfram. Er eitthvað af þessum stelpum, þær í fótbolta líka eða þær bara í handboltanum? Minn á Valgerður Valsdóttir í fótbolta líka og hérna hún númer 26. Ég held að hún sé líka í fótbolta, hún Hulda Þormar. Ok. Ef mér sýnist rétt að ég muni eftir með fótboltaskóm líka. Já, þetta er alltaf svolítið erfitt á þessum tíma. Ég held að það er gott að þú sért að æfa fleiri en eina íþrótt, sko. En þetta er alltaf erfitt að á þessu tíma er það að fara að velja á milli. Já. Nú er ég ánægð með Helga, hann er greinilega búinn að smyrja fyrir mig nesti sem ég var að fá á milli leikja. Duglegir þessi strákar allir, hvað þeir koma með eitthvað fyrir mann. Stórmeistarar komnir hér. Já, ég er að reyna að segja það, en þegar maður er truflaður svona. Við erum að bíða eftir áður við ljúka þessar útsendingu. Við ætlum að horfa á hérna og sjá þær lyfta bikarnum. Það er alltaf svolítið stemming þegar hann kemur upp. Það er alltaf góð tilfinning. Þeir eru þarna landsliðsþjálfararnir, Sissi og Halli, að veita verðlauninn og bara gaman að sjá hvernig það er hjá þeim. En heldur að verði ekki glaðar þegar bikar fyrir? Jú, það er ákveðin stemming. Já, sko, koma þær allar saman og eru tilbúnar allar að vera með. Já, þær vilja allar vera saman. Nú, þær sendar aftur upp á pall, þær eiga að vera þar. Sissi stjórnar sem Harry er hendi og þá fáið hann upp. Íslandsmeistarar árið 2017 til hamingju FH. FH til hamingju innilega með þetta var frábært. Það setja þetta upp. Já. Maður fær alveg gæsahúð hérna. Já, það ekki sem FH skur. Já, það er flott. Heyrðu, við óskum bara FH innilega til hamingju og komum aftur eftir í næsta leik. Takk. Kæra áhorfendur, svo minnum við á fleiri leiki í dag, næst klukkan 10:45 í þessari handboltaveislu K.A. Valur, fjórði flokkur karla yngri. Þannig að staðurinn í dag fyrir topp handbolta er Fylkishöllin í Árbæ. Þökkum fyrir komuna.